Herðu, hérna erum komin að þessum hluta hér og þannig að útskýra hérna þessa A-C-gerð, elstu gerðina af bílasamsrófunum, það er rauninni bara grunngerðin sem er lýst þarna fyrsta típan bara sem var búin til í 1940. Það er eiginlega bara verið notuð síðan með einhverjum svona smá aðlögunum þegar menn komust að því að þurfti straumurinn mátti ekki fara yfir 30 milliampere, það var banvænn og svo framvegis. En þessi gerð af bílasamrófum er bara eingöngu fyrir sem sagt sínuslega rafstraum og sem bara venjulegur rafstraumur 50-60 Hz og eins og ég sagði, það má segja að þetta virkið þannig að bílasamsróf virkið þannig að þegar að rafmagnið sem fer á stað á fasanum kemur ekki allt tilbaka á núllinu og vantar 30 milliampere upp á þá slær hann út. Það fóru þær eftir jarðvirkjun eða jarðleiðinu. Bílanir, en gallinn er eins og ég hef vonandi nefnt á öðrum ástæðu til að nefna aftur að bílanir rafeindatækjum, nútíma rafeindatækjum sem voru ekki til þegar þessir rófur til upphafi og truflanir frá þeim sem sagt frá rafeindatækjum sem eru bara í fullkomnu lagi geta komið veg fyrir að þessi rófi virki. Það virkir rétt og bara yfirleitt að hann virki og það er sagt að hann blindast og því er áreiðandi að hann sé ekki notaður í dag og hann sé skipt út fyrir nýja gerð. Og ef við sjáum svona bílasamsrófa í rafmagnstöflu í dag sem er annað hvort merktur AC eða bara með sínusbylgjumerkinu að þá eigum við að láta eiganda húsnæðisins vita að það þurfi að skipta hann út. Það er ekkert okkar ábyrgð að gera það, það er ábyrgð húseiganda að sjá til þess að það sé gert. Svona rofi kostar ekkert mikið pening, þetta kostar bara einhverja nokkra 10.000 og er ekkert óyfirsteðjanlegt verkefni að gera. Þar fyrir utan að þá eins og sagði þá eru þegar þeir eru orðnir svona 30 ára gamlir þá er svona 1 af hverjum 10 hættur að virka. Þannig að endilega alltaf ýta á testknappinn, prufuknappinn. Hérna. Gerð AC er ekki seld á Íslandi í dag, ég veit ekki betur en að allar rafmagnsseldstöðvar hættar bara að flytja hann inn og þeir hafa bara verið duglegir að gefa til dæmis skólunum bara síðustu haugana af þessu. Af því að þeir bara selja það ekki. Og en það má nota ef það er alveg öruggt að álagið sé bara eitthvað svona hitaelement eða eitthvað svoleiðis, til dæmis í hitatúpu eða rafmagnsofni eða eitthvað, en það má þá ekki vera neitt rafeindadót á þeirri grein. Það er að vera alveg á hreinu. Það getur til dæmis ekki verið með rafeindastýrða hitastýringu ofninn. Og svo þyrfti ekki annað en að skipta rafmagnsofni og hitatúpu og það sem að nýja tæki væri með rafeindastýrði hitastýringu og þá allt í einu þarf að skipta út bílasamsrófunum líka. Það er bara einhvern veginn engin ástæða til þess að vera að setja á upp, það er bara tímasóun. Og þannig að það er verið að segjast að val á þessari gerð mjög langsótt og óskynsamlegt val. En það er löngu þetta mestu hægt að selja hann.
full ástæða til að skipta þeim út til að halda hámarksöryggi. Og Þýskalandi sala á þeim ekki lengur leyfð. Svo kemur þessi gerð A, sem svona þessi sem hefur mest komið í staðinn. Og hann telst vera lágmarksbúnaður þegar bíllandsrof vörnum beitt sem var þar að ferð. Gerð A og ekki blindasvegna truflana frá algengur rafeindabúnaður kemur í staðinn fyrir komið gerðina. Skynja bæði sýnislag riðstraumsbílun og straum og púlsandi jafnstraum. Það sé að hvað maður kalla þetta, innbylgju áreiðun eða þar sem að er búið að taka sýnisbylgjuna og annarkvort klippa aðra af eða báðar að komna ofan og það verður búið að tala um þetta við ykkur í rafmagnsfræðinni eða ekki. Þetta er kallað svona púlsandi jafnstraum. Þolir jafnstraum alltaf 6 milliamperum án þess að blindast. Og A-gerð bíllandsrofa gerir það sama og AC-gerðin, en við bæst þessi skilnir bíllandsstraumi frá ýmsum gera rafeindatækja, rafeindaspenninga og tækjum sem er rafeindabúnaður. Og slæðir út með púlsandi jafnstraum ofan á alltaf 6 milliampera gálarlausum jafnstraum. Svo dæmi um það sem gerð A hentar, allar aðstæður þar sem helsta hlutverk bíllandsrofanna er að vernda mannslíf. Greinar er venjuleg íbúð skrifstofu og atvinnuhúsnæði þar sem eru ekki hraðastýringar. Variable speed drive á greininni, svo sem þvottavél, þvottavél eða þurrkari með hraðastýrinn mótor. Og það vantar hérna texta ryksugur. Það getur verið hvaða hraðastýring sem er, sko. Getur verið bara, það áttar svo oft ekki á þetta, getur bara verið viftan sem það notar til að blása. Hraðastýrt, rafeinda hraðastýrt, þessi ryksugan, uppþvottavél, þurrkarinn og svo framvegis. Allir mótorar sem getur hraðastýrðir. Og hérna eru svona merkingar sem að geta verið á honum. Hann er með þessa merkingu hérna. Og svo hann er með þessa merkingu hér, hann er annarkvort merktur A eða með svona mynd eða bæði. Og við sjáum að hann er hérna það sýnisbylgjan hann púlsinn hérna öðrum megin. Geta líka verið svona í laginu hérna. Og svo er einhver jafnstraumskynjun líka. Hérna sendur tripping current þegar hann er hálft til 1 af hérna merktum straum og ef þetta er riðstraumur hérna, venjulegur riðstraumur, ef þetta er svona púlsandi helmingur, það er 0,35, 0,4 og er einhvern tíma ástæð fyrir því að nota A og frekar B og A? Það er bara ódýrari. Ég segi ykkur frá því eftir þegar við erum búin að fara í gegnum allar típurnar. Svo kemur þessi APR. Hann er með örstutta töf á útslættinum. Hann er alveg eins og A nema bara, það er ekki alveg svo auðvitað út. Hann er aðeins ónæmari. Sem pínulítið meiri töf. Veitir besti jafnvægi milli þess að veita góða vörn en vera hann leið gottara rekstraröryggi með því að vera ekki að slá út á óþörfu. Og
það sem er svona bent á hérna gæti hentað náttúrulega með lýsingar með þessar LED langar strengjalagnir einhverjum ástæðum og mótorar, þó ekki hraðastýringar. Getum alveg verið með mótor, en það er ekki endilega hraðastýring á þessum mótorum. Getur verið bara einhver venjulegur mótor. Svo kemur gerð F. Og hann skynjar það sama og A og APR. Auk þess að skynja rafsegulshátíðnibilanir. Og í stuttu máli sagt, þeir segja hérna sko að gerð F sé gott val þar sem ekkert má fara útskrift til dæmis á sjúkrahúsum, rannsóknastofum, gagnaverum og öðrum sambærilegum stöðum þar sem nákvæmnisbúnaður og rafeindatæki eru í notkun. Gerð F hefur rétt val á það greina þar sem hraðastýrir mótorar eru til staðar, til dæmis stofnælar, þurrkarar, uppstofnælar og sambærilega tæki, hugsuður og fleira. En þetta þýðir það líka að vegna þess að það er svona 90 og ég get alveg óhætt verið að segja sko 99% af raflögnum í íbúðarhúsnæði í Íslandi eru lagðar þannig að tenglarnir eru út frá loftadósinni, þessar ljósu tenglar á sömu grein, og af því að það er hægt að stinga hverju sem er í samband, að þá er F gerðin rétta valið í 99% tilfellum á Íslandi. En menn hafa verið hins vegar að setja A eða eiginlega alls staðar, og samkvæmt upplýsingu á framleiðanda þá er það bara ekki rétt val. En ekki það menn að vera kannski einhverju algjöru fátar í þessu, heldur er þetta eitthvað svona sem menn hafa verið að átta sig á í Evrópu bara svona undanfarin 1-2 ár, hvað þetta þýðir. En það er F gerðin á að vera sem sagt fyrir vélarnar, þvottavélina, þurrkarann og uppþvottavélina og allt það. Mátt nota A-gerðina á allt sem er ekki mótor, en af því að það er hægt að stinga ryksugu og jafnvel hérna einhver hraðastýri viftu í hvað sem er samband, þá verður að nota F, hann aðeins stýrari. Ekkert mikið, bara aðeins. Svo er B-gerðin með dýrastur og bestur og flottastur og allt það. Hann er til dæmis skyld að nota þar sem að er verið að hlaða eitthvað rafhlöð. Til dæmis þeirra sem er verið að hlaða rafbíla, er verið að hlaða rafhlaupahjól og kannski bara alls þar, kannski menn er ekki komnir með sko, hann er búin að negla niður alveg að það. Er þetta kannski bara þörf alls þar sem við erum að hlaða fartölvun okkar líka á farsímann og svo framvegis. En það kemur þetta svo lág spenna mögulega frá þeim batteríum að það er kannski ekki mikil hætta á ferðum. En það er kannski eitthvað sem á eftir að koma reynsla á. En menn segja allavega þar sem þú ert að hlaða bíliðinn eða hjólið þitt eða hlaupahjólið þitt sem að spennan er einhver 10 eða 100 volta, ef það verður bilun í hleðslutækinu og spennan fer úr batteríinu inn á kerfið þá eyðileggist öll raftæki sem er í sambandi. Þessi skynjar sem gerir allt sem að hinir gerðu A, B, R og F, nema hann skynjar líka ef það er að koma svona sléttur rafstraum eða sléttur yðstraum, sléttur jafnstraumur. Það er að koma jafnstraumur tilbaka sem að er bylgjulaus, til dæmis frá batteríi.
þurraflugi. Af hverju er þessi dýrastur? Jú, það er ósköp einföld ástæða fyrir því. Það eru 2 tæki í honum, það eru 2 spólur í honum. Þannig bara eðlilegt hann sé 2-falt dýrari. Bara 2 dýrari framleiðslu. En hann hefur eiginlega verið meira svona 3-falt dýrari heldur en það. Svo er B+ týpan. Það gerir allt sem að B-rófið gerir auk þess að skynja bilanstrauma sem sagt allt upp í 20 kHz, bara hærri í tíðni, og það getur átt við í einhverjum tilfellum. Alla bilanarrofa var prófa reglulega, eins og ég hef sagt margoft, og þeir eru prófaðir þegar við setjum upp nýja bilanarrofa, og þá prófum við þá með sérstöku tæki hvort þeir eru að virka eins og þeir eiga að virka. Og við prófum líka jarðtenginguna, hvort að hún er í lagi. En það er svona skyldufyrirbæri líka. Það eru til rofar sem að prófa sig sjálfir. Og endursetja sig sjálfur. En þá má ekki setja þar sem að svona almenningur hefur aðgang að rafbúnaðinum á rafstaflunni. Þetta er í svona alveg einhverjum sérstökum aðstæðum þar sem að er eitthvað fagmaður til að fylgjast með hvað er í gangi. Og svo er hægt að fá sambyggðan bilanarrofa sem er sambyggt var sjálfar og bilanarströmsrofi. Það er yfirleitt svona 2 öryggi á breidd, en Siemens hefur verið að selja þetta sem þetta er breitt. Eins breitt og venjulegt 1 öryggi. Og það er fleiri svona verið að tósast í þá átt. Gera þetta nettara. Og það er eiginlega mjög líklegt að svona í framtíðinni það sem að þið verða að vinna við, og þá verði bara miklu meira, og þá kannski bara verður það bara alltaf. Að það verði sambyggður bilanarrofi og sjálfar á hverju einasta grein í staðinn fyrir að vera að splita þessu. Það er alveg búast við því. En þetta virkar þetta þannig að í rauninni er skynsamasta valið að velja gerð B af bilanarrof alltaf. En hann er bara dýrastur. Hann er svona, það getur verið 3 sinnum dýrari heldur en aðgerðin. Og ég er kannski vonað að það verð komi kannski meira niður, það er að fara að seljast meira á honum. Ef þú ætlar að nota einhvern ódýrari rofa heldur en B, þá þetta geta rökstutt að hvaða típu þú mátt lækka þig niður í. Hvort þú getur farið í F og hvort þú getur farið í A. Og ég er búinn að segja ykkur hvað þarf til. Ef það er mótor, ef það er hægt eða mögulegt að fara í mótor í samband, sem er eiginlega bara allar eins og okkur, þá er það típa F. Ef það eru bara ljós og eitthvað svona fastur búnaður, það er engin hætta að fara í mótorstýringarnir í samband, þá má nota A.
Og svo eftir að lenda í því í vinnunni að ég bara að spyrja vinnuveitanda út í þetta, meistarann eitthvað. Og hann engan veginn sammála mér. En ég hef enga skoðun á þessu máli, ekki nokkra einustu. Þetta allt upplýsingar frá úr staðlinum, frá framleiðendum og svo framvegis. Þannig að þetta ekki mín persónulega skoðun. Ég hef enga skoðun í þessu. Herru, þetta var bara 20 mínútur núna, en ekki klukkutími. En næst förum við í sjálfurinn, en